Kæri forseti, háskólarektor og aðrir góði gestir. Það sönn ánægja að ávarpa þessa ráðstefnu sem hefur þýðingamiklu hlutverki að gegna við að tengja saman helstu þáttakendur í máltækni í íslensku samfélagi. Undanfarið ár hefur svo sannarlega sýnt okkur hver tæknin mikilvæg í samskiptum fólks. Tækninni fleytir fram og hún hefur verið lykillinn að því að halda skólastarfi og atvinnustarfsemi gangandi á þessum erfiðu tímum. Tæknin hefur til að mynda fært okkur skólastofuna, leiksýningar, tónlistaratriði, vinnuna og nú nýjast eldsumbrotin á Reykjanesi heim í stofu. Þar íslenskan í aðalhlutverki, þar sem við ýmist tölum eða hlustum hvert á annað yfir landið þvert og endilangt. Með verkáætluninni máltækni fyrir íslensku 2018-2022 stígu stjórnvöld nauðsynlegt tímamóta skref til að tryggja tilveru og framtíð íslenskrar tungu. Hinn 20. ágúst 2018 undirrituðu mennta- og menningarmálaráðuneytið og sjálfseignarstofnunin Almannarómur undir samning að tryggja að íslensk tunga verði gjaldgeng í samskiptum sem byggjast á tölvu- og upplýsingatækni á grundvelli verkáætlunar. Í kjölfarið hófu Almannarómur og hópur rannsakenda, þróunar og framkvæmda aðilar með sérþekkingu á sviði málvísinda og máltækni samvinnu undir heitinu Samstarf íslenska máltækni, eða SÍM. Með þessum veigamiklu samningum hefur framvindu og þróun kjarnaverkefna verið undið af stað. Innan SÍM 10 fyrirtæki og stofnanir og 60 sérfræðingar sem vinna að rannsóknum og þróun við framkvæmd kjarnaverkefna. SÍM endurspeglar nauðsynlegt samstarf helstu aðila á sviði máltækni og málvísinda og ráðstefnan í dag eitt af lykilskrefum sem þarf að taka til þess að samræma og kynna samstarfið. Nú erum við langt komið með annað verkefnisár máltækniáætlunarinnar og með opnun heimasíðu Almannaróms afurðir og upplýsingar kjarnaverkefni orðin aðgengilega á einum stað fyrir áhugasama almenning, sérfræðinga og fyrirtæki sem vilja nýta sér þær. Almenningur hefur orðið var við máltækniáætlunina með ýmsu móti, til dæmis með þátttöku í samrómi, lestrarkeppni grunnskóla í ársbyrjun skipti sköpum í að safna röddum barna og ungmenna með það að markmiði að stækka orðasafn fyrir notkun í máltækniáætluninni. Snjalltækin fylgja núna börnum nánast frá fæðingu í samskiptum við vini og ættingja, í þekkingarleit og í afþreyingu. Því auðvitað þörf að við tökum höndum saman og gefum börnum og ungmennum tækifæri á að nýta íslenskuna í tækjunum á mikilvægum mótunarárum til að tryggja sterkt íslenskt málkerfi og málkennd. Íslenskan útflutningsvara. Íslenskan á ekki að aftra íslenskum fyrirtækjum við að marka sér sess í alþjóðasamstarfi, heldur marka sér sérstöðu. Íslensk máltækni og yfirfærsla hennar til atvinnulífsins getur verið fyrirmynd fyrir aðrar þjóðir. Við höfum auðvitað fundið fyrir því að atvinnulífið hefur mikinn áhuga á því að nýta sér þessa vinnu og tekur þátt í því með okkur. Kjarnaverkefnin, talgreinir, talgervill, vélrænar þýðingar, sjálfvirkar leiðréttingar og málföng sem geta nýst fyrirtækjum á ólíkan hátt. Eins og sjá má á þáttakendum og málefnum hér í dag, þá snertir máltæknin ólíkar hliðar samfélagsins, allt frá þýðingu milli íslensku og annarra tungumála í alþjóðastarfi, í yfirlestur og upplestur texta, raddstýring viðskiptavinna á viðmótskerfum fyrirtækja til raddstýrra heimilistækja. Til þess að gera þessar lausnir mögulegar þarf að safna orðaforðanum í gríðarleg orðasöfn. Gervigreindin stærsta mál samtímans og mun nýtast okkur vel í þessu verkefni. Öll tölum við íslensku á ólíkan hátt og tækin þurfa að skilja okkur. Íslensk tunga í tækninni lykillinn að aðgengi
og þátttöku allra í samfélaginu. Sem samfélag stöndum við saman í því verkefni að sameina íslenska tungu og atorku tækninnar. Ráðstefnan og öll ykkar vinna ótrúleg og hafið miklar þakkir fyrir allt það sem þið eruð að leggja á ykkur og eins og forsetinn þá ég mjög bjartsýn vegna þess að hér haldið virkilega vel utanum alla þessa vinnu og hún mun nýtast framtíðinni. Þetta okkar tækifæri til þess að íslenskan lifi og við munum öll njóta þess. Kærar þakkir.